anskotin, veitu? Já. Ég er tilbúinn. Ég er tilbúinn. Abi var hlutir, við gerum betur. Abi var hlutir, lífið er ljúft, gerum því við gott. Jæja, kæra fólk, komið sæl og blessuð og verið velkomin í beina útsendingu hjá Kvartbílaklúbbnum. Það er kappakstur bíla í dag, fyrsta umferð ársins 2026.
11 keppendur mættir til leiks. Gunnlaugur Íslandsmeistari síðan í fyrra. Ormar, Kristófer Logi, Hlynur, Brynjólfur, Stefán Rúnar, Haukur Ingi og Ómar Örn. Ómar Örn einnig Íslandsmeistari í úlingaflokki síðan í fyrra. Hérna sjáum við gullfallega pitin og þetta sjáum við líka gullfallega öryggisbílinn okkar. Porsche 911 GT3 RS. Sko RS, ekki RS. R. Stór glæsilegt tæki með öryggisbíla ljós á toppnum blikkandi, mjög gott. Þetta pitturinn okkar. Það einhverjir bílar sem hafa verið í skoðun og tímataka í gangi og allt að gerast. Tímaturinn byrjar að tikka aðeins inn. Hérna sjáum við gullfallegan bíl og Kristján Einar, já, Kristján Einar, þetta hún Ásta á bílanusbíl, vel mert, hún númer 25, það var auðvitað að þekka hennar bíl með gult á toppnum hana, svo þetta náttúrulega eini Igoinn, held ég, sem að keppa þetta í dag, annars þetta heila bara allt Volkswagen upp. Þetta er alveg gott, sko. Takk. Já, þú má fara í næsta bíl, sko. Og þannig sjáum við annan öryggisbíl, Porsche. Það er nóg af þessu hérna, nóg af þessu. Hérna er þessi fallega yfirmynd yfir þessa braut. Tímatakarinn í fullu gangi. Það eru bara svo hljóðlátir þessi bílar. Við heyrum ekkert í þeim. Sjáum hvort við fáum hljóð úr þessu. Það er nóg af bílum í dag merktir bílanaust. Hérna er einn nýr keppandi, þetta er Stefán. Stefán Rúnar. Hann er hérna á Volkswagen upp. Það er nóg af þeim eins og segja. Það er búið að vera að smíða fullt af bílum hérna í vetur. Það eru einhverjir 6 bílar sem er búið að smíða. Það er einhverjir bílar sem hafa voru smíðaðir og er ekki hérna núna eða ekki í ár. Sjáum til hvort að bætist nú við í vetur. Í sumar, ég býst við að sjá svona 14-15 bíla hérna í lok sumars. 11 stykki núna, við höfum aldrei verið með fleiri bíla. Stefán skellir sér upp í 7. sæti. Guðmundur Steinar vantar núna inn á listann hjá okkur. Eru 12 keppendur að keyra? Kíkjum á lista. Getum við stækkaðan. Já, herru hvað? Sæll ertu? Farið þið komin heim fyrir 4? Já, líklegast, já. 12 keppendur hér í dag, kæra fólk. Tímatakarnir er á fullu. Núna sjáum við Ormar út í braut. Hörkufýll bíl sem hann er á, vel smíðaður, góður bíl. Hann er vel vanur hérna á brautinni.
Æmbandi sókn hérna tímatökunni, já, þessi samlega hérna, það er meiri ræð út. Ormar hérna með 1.35, situr í öðru sæti eins og er. Það gæti verið transmitterinn, eða þú veist, DJ-inn. Ok. Veistu hver ég fann þetta? Hérna! Dóri, hún getur ekki verið að tala svona mikið, ég heyri bara í ykkur tala saman. Helena, þú verður ekki verið að tala svo mikið, heyrist svo mikið í mikrofónum. Heiðrik, þú mátt alveg fara að elda ykkur á bíla, sko. Ó. Jæja, herðu, þá er ég komin aftur við skjáin. Ómar fyrir ekki við, komin hérna fínan tíma. Komin upp í 3. sæti. Datt hans hérna út hjá okkur útsendingaforritið. Þetta á síðasti ringurinn hjá honum Ómar sem var svona góður, náði komist inn í 36, Gunnlaugur
Jónasson er í 35 og Ormar í 1.35 líka. Mjög nálægt hver öðrum hana. Gunnlaugur, já, fyrirgeðu, ég er að horfa á Lasla. Gunnlaugur komin inn að 34 í sjálfsögðu. Þetta var Hlynur að skellast upp í 4. sæti. Kristófer í 5. Haukur Ingi hérna í 7. sæti. 1.36 hérna á alla 5, topp 5 allavega. Tegist aðeins að lopanum þetta á hinnum. Þetta allir splungur nýr. Stefán. Já, þetta er auka. Það, Henrik, við þurfum ekki fleiri yfirmyndsmyndir. Við þurfum race action. Næja, þetta er númer 1, þetta er Binni, Brynjólfur. Það er bíl númer 1, þetta er bíl númer 67. Eftir að ég get alltaf að sé númerinn á þeim, þannig ég get svona náð þessu. Það var Hlynur, já. Þetta er Binni. Þannig séð, nema Gunnlaugur. Gunnlaugur er vel merktur. Gefur þarna stefnust til hægri. Þetta fram á sér. Það er 33, það er Haukur Ingi. Það er hann að fara að bæta tíma sér núna. Já, gerir það, skellir sér í 1.39. Hvað var þessi? Svo það? Já, þetta var 33, fyrirgeðu. Já, ég var að horfa á tímatöfluna, sko, sjáðu til. Þetta er nú Gunnlaugur bara á kæliring, já. '85. Ómar Örn. Sýndur í 3. sæti núna. Þetta er svona multiklasskeppni. Þannig, það eru úrlingaflokkur og fullorðinsflokkur. Það keyra saman. Haukur Ingi. Nei, Ormar. Mjög erfitt að hafa það hana saman í listanum. Hérna sjáum við Ómar. Gunnlaugur á brættarna. Myndavélinn verðist vera að nei, hún er að bíða eftir þessu. Þarna kemur ásinn. Dup, 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 dup. Gunnlaugur hér, Íslandsmeistarinn síðan í fyrra. Og ég veit hann langar innan titil aftur. Hann er sko ekki tilbúinn til að gefa. Til að sjá öfuga rásröð eftir, sko, það verður svagt. 12 bílar í akstri, ja, 11 bílar í akstri. Sýnist ekki þetta. Tímatöflurinn aðeins
aðeins út af það. Ómar Örn kemur inn tvisvar. Andri, hann er ekki að koma inn á tímatöfluna, meitnaði neitt. Hann pappa hann inn, sko. Nei, hann er einn auka sem hann dettur út. Ómar Gunnlaugur hérna í bakgrunninum. Gunnlaugur er með 1.34.7. Ormar fyrir aftan hann á bíl sem að Gunnlaugur smíðaði, sko. Það er svolítið sendilegt. Gunnlaugur virðist vera með gott hans fyrir því að smíða bíla. Það virðist vera. Hann ef að bílinn hans er einhvern veginn til sölu og mælið með að þið kaupið hann. Ómar Örn hérna. Andri, og hér er Gunnlaugur aftur. Gunnlaugur var að sýnist hann að reyna að taka hraðan hring. Spurning hvort hann bæti sig eitthvað í því. Nei, það var Andri að koma inn býtum við. Stefán Rúnar að hoppa upp í 7. sætið. Já. Andri er ennþá í 9. Hauking gæta rétt fyrir fram að sig. Kristófer Logi gerir. Það er komin inn í pitt bara í slökun. Jú. Ómar Örn inn beinakaflan. Hann að bæta tíma sinn. Hann að gera eitthvað gott. Já, bætir tíma sinn. Það er ekki að sparka sér upp sæti, en bætir tíma sinn.
Jæja, Andri. Komdu nú með hringinn. Sett hann. Ég vil sjá þið sparka Hauk niður listan og ég vil sjá Hauk sparka þér svo niður listan og Stefán ráðast á ykkur og ég vil sjá aksjón. 1, 2. Bæts ekki. Ekki á þessum hring alltaf. Ormar í 35-7, Gunnlaugur í 34-5. Hansi góða munur þar á milli. Gunnlaugur alveg afburðarhraður. Ökumaður. Hérna sjáum við bíl 8-5 aftur. Það er Ómar. Ómar Örn Hlinsson. 14. hringi sinn, kemur þetta inn á yfir línuna. Bætis ekki neitt. Það gerir hann bætir sig. Það er 1.35.1 núna. Nálgast Gunnlaug. Munar 600 millisekundum á þau núna. Hérna er Ómar Örn, fara upp í S-inn. Þetta er baráttan að komast upp í fyrsta sæti á ráslínu. Og spurning hvort hann á að læsa þess inn í þessum ring. Og meðan við störum á hann. Hann er vel merktur bílalunist hérna líka. Inn í pitt fyrir hann. Sýndist það nú mögulega að vera bara því að hann bremsaði svo sent. Þannig að það hefði verið bara hægt að við, sko. Ormar heldur áfram. Bætti ekki tíma sinn. 100 millisekundum hægara en áðan. Konsistant samt, hann er að fara að fína ringi. Nokkurn veginn eins. Við einsta ring. Ég er ekki með Brynjólfur. Sjötta seti eins og staðan er núna. 1.37.0. 1.36.9 fyrir ekki. Fer hérna 1.37.8. Hann er með 36 inni. Hér er Ormar út í braut. Bláa bílnum sínum Nokia Tires. Nokian? Nokian Tires. Já, Nokian. Hann er með svona gulf-livery eða gulla-livery. Já, þetta var innanhúsbrandari. Hér er hann. Er hann að fara að bæta tíma sinn? Er hann að fara að ná Gunnlaugi á gamla bílnum hans? Nei. Ekki var það svo gott. Hér er bíl númer 4, Kristófer Logi. Kemur þetta inn á beinakaflan. Það er hann að setja ykkur tíma núna að bumpa sér upp sæti. Nei. 200 millisekundum hægari en áðan. Hér er Brynjólfur pappans. Já, eldan, kamgæ. Nei, jú, já. Þetta sjáum við, hann kom inn beinakaflan Brynjólfur. Hann sikksakkar hann, þetta er eflaust ekki hraði hringurinn hans. Þeir eru nýbúnir að vera að smíða þessa bíla. Og bíllinn hans, hann er ekki kominn, sko. Hann
Þetta er ekki bílinn hans. Þetta átti að vera... Halló, já, þetta var nú áhugaverð. Þetta mun vera í fyrsta skipti sem að míkrafóninn okkar dettur út. Gunnlaugur þá, ennþá í fyrsta sætinu. 1:34.5 komnar á drenginn. Hann er búinn að bæta sig 200 millisekundur. Með hvað var þessi? Þetta myndi vera bíll nummer 25. Ásta Björk Bolladóttir. Nú þurfum við að stækka listan, sko. Svona. Þetta er hún, Ásta Bolladóttir. Hún er splunkunn í líka. Hún er að keyra hérna undir liðsmerkjum GT Akademíunnar. Búin að vera að æfa sig þar. Koma sér í gírinn. Það verður spennandi að sjá hvað hún gerir. Hún nái að slíta sig undir þessa 1:40 sekundur. Ég væri til að sjá hana fara í 1:38 allavega. Það er ég mjög glaður með hana. Það eru lítið að veltaði fyrir mér. Hvort það væri? Bíll 25 var með fallið út. Halló, já, hann er hann. Jæja, Gulli, ætlar að bæta tíma hérna? Ætlar bara að vera með 1:34? Það er þetta ansi góð tími, sko. Þetta er nálægt Íslandsmetinu á brautinni. Það er 34.1 held ég sem hann setti núna í tímaati á þessu ári. Hann segist komast í
segist komast í 33 sekundur 33.9 sé metið sem að tímatökubúnaðurinn sem er með í bílnum hafi sýnt honum sko. Þannig að það verður spennandi að sjá hvort hann náði því í sumar komast í 33 það væri ef hann gerir það ekki á til ég gera það á næsta ári herri, jæja einhvern tímann verður hann nú búinn í þessi tímatöku hvenær það verður, það veit ég ekkert við höldum bara áfram að kíkt á kameru 4 sjáum Ástu, nei, þetta er Gunnlaugur fyrir ekki Keyrið inn yfir bætan tíma sinn nei, gerði það ekki 35.1 en hér er Ásta við erum inn á beinakaflan okkar hvað gerist bætar tíma sinn já, kom í 1.41 strjár, já, 4 Hann ætla bara að fara á braut. Snýst ekki ykkur örgist. Roger. Með endilega gefa upp númerið ef þið vilja, þú veist, númerið á bílum sem þið vilja eftir. Já, ég þekki ekki nöfnin, þannig að númerið verður betri. Okay. Gunnlaugur hér keyra inn í villinginn og tekur inn hægri beyguna hérna já, þetta er ekki Gunnlaugur, þetta er gamli bíllinn hans Gunnlaugs þetta er Ormar já eini bíllinn sem ég hefði átt að geta þekkt augljóslega í sundur ég ruglaðist á honum fyrir hann inn í erfiðu beyguna sem ekki sé kalla hann að fyrir mjög utalega hérna í endan á henni já, vel gert það myndi ég halda sé góð lína hljóðið er aðeins að flökta hjá okkur en þetta, ég held þetta sé skárra að hafa eitthvað hljóð heldur en ekkert hljóð, er það ekki? Mig endilega segja mér að mig skjáttlast því sem eru að horfa á þetta
Ásta. 1:39. Hún komin undir 1:40. En það var á síðasta hring sem hún gerði það. En hún þarf að fara í 1:38. Það myndi sparkinni vel upp listan hérna. Koma svo. Full speed Ásta. Akademíu liðið hérna á vaktina að horfa á því og við erum að peppast. Við erum spenntir. Komast. Engin breyting. Þessi hringur var 1:40 hjá henni, 1:41. Þannig að hún er ekki rangt frá þessu 1:39 takmarki sínu. Ég vil sjá 1:38. Allavega í dag. Og það er sett í keppni samt. Hér er Ásta með Ómar Örn fyrir aftan sig. Það er verið að svartflaggaði út. Það er verið að ljúka hérna tímatökunni. Það er einhver sem hafa heimilt að keyra örlítið lengur en innir. Það komist ekki í tímatökuna vegna skoðunar á bílum. En hún er alltaf klárast. Það er þyrla þetta, þið vissi ekki að því. Keppnisstjóri að segja en að hún megi keyra aðeins meira því að hún náði ekki keyra jafn marga hringi. Hún sett var að það var ennþá verið að skoða suma bíla þegar tímatakan hófst, þannig að það eru einhverjir 2-3 bílar sem að fá að keyra aðeins lengur. Það verður að hleypa þeim inn á með smá bili á milli. Þau eiga inni hann einhverja nokkra hringi meðan við alla hina. Ekki einhverja 6 hringi, kannski 5 hringi sem að þau fá að taka líka. Svo þau hafa tækifæri til að koma sér aðeins upp listan.
Steinn. Línuna, þetta var náttúrulega ekki, þetta var fyrsti hringurinn, hvað að segja. Hann bara að byrja sin heita hring núna. Sem þú og öll. Nú er alveg spennandi að sjá hvort þeir náðu að bumpa sig eitthvað upp í listan þessi. Kristófer Logi er einnig komin út á braut aftur. Andri, Ásta og Guðmundur Steinar. En Ásta lyftir upp hægra afturtrekkinu í gegnum vegina. Það er alveg ótrúlega hvað þessi bílar geta byggt. Ég get sagt ykkur það. Það er alveg magnað að vera í þessum bílum þegar þeir beygja. Það er alveg ótrúlega. Hérna sjáum við Ástu. Hún er eina stelpan sem er að keppa hérna í 1000 kapitlinum eins og er. Alveg möguleikið að bætist við einu í sumar. Eina, tvær. Nokkuð stefnilega góð þarna í gegn. Það er lúpinu, það er alltaf til vandra. Það fáum ekki að sjá nú á mér. Kristófer Logi hérna að sækja hart á hana. Einhvern veginn þarf hann að komast fram úr, ef hann er hraðari þá þarf hann að komast einhvern veginn fram úr, svo hann þarf að gera þetta einhvers staðar. Já, Kristófer fylgist með honum taka hérna erfiðu beina svokölluðu. Hann fer vel vítt inn í endan. Það er hendi Andri. Hvað vill þetta? Þú fattaði bara leiðið til helviti. Já, hann er á grænum helgum. Þeir eru búin að lofa mér því að merkja bílana betur fyrir næstu keppni. Þeir voru bara tilbúinir í gær eða áðan bara sumir af þessum bílum. Þannig að þeir eru búin að lofa mér því. Þeir verði betur merktir og auðveldara fyrir mig að þekkja þau sundur í næstu keppni. En ég ætti nú ekki að þekkja hann Andra vel, því hann er á skærgrænum felgum. Ásta. Bætir ekki sinn. Kristófer Logi komin 1.36.4 rétt á eftir vinni sínu Ómar. Þeir eru hérna í úlingaflokkinum tveir. Þeir eru nú fleiri reyndar sem eru í úlingaflokkinum en Haukur Ingi líka, Andri Steinn, mögulega Guðmundur Steinar.
Það er þá síðasti ringurinn. Kristoffer bætti tíma sinn. Hvað? Já, hann bætti tíma sinn, fór í 30 og... Já, bætti sem 0,001. Hansi góð. ætla nú að nýta þetta tækifæri og þakka öllum starfsmönnunum sem er hérna í dag, öllum brautarstarfsmönnunum. Þetta sjáum við vera að sparka grjót út af brautinni. Það eru menn hér á sópurum og öryggisbílum, keppnisstjórar, dómara, dómnefnd, brautarverðir. Þið eru öll yndisleg, takk fyrir. Svo erum við náttúrulega með stórfenglegt kamerufólk hérna sem eru að horfa út um augað á honum núna. Þarna er einn, já. Svo erum við einn hérna fyrir fram að mig, ég get nú ekki sýnt ykkur hann, en hann er þarna. Það er drónaflugmaðurinn okkar. Svo er ég með eitt stykki Rúnar hérna við hliðina mér til að líta og taka með mér. Ég gefur mér aðeins meira frelsi til þess að geta að tala bara. Þó svo að það hefur nú ekki gengið þetta opaslega vel. Og síðasta hálftíman. Það er ýmis verkefni búin að vera að poppa upp, eins og það að míkrafóninn okkar er að detta út sem hann hefur bara aldrei gert áður, aldrei! Nú er verið að fara að sópa þess að braut eitthvað til. Gera tilbúið fyrir fyrsta kappastur, það er bara ræsing eftir smá stund á kappakstri. Þannig að sjáum við keppnisstjóra og ræsi vera að rölta upp að ráslínu, gera sér tilbúna til þess að ræsa þessa fyrstu keppi. Ég er svo spenntur sko, ég iða inn í sætinu. Ég er dilla. En hérna er staðan eftir tímatökuna og þetta verður þá rásröðin hérna á eftir. Gunnlaugur fremstur, Ormar í öðru, Ómar Örn í þriðja sætinu, Kristoffer Logi hér í fjórða, fimmta sætinu tekur Hlynur Freyr og Brynjólfur Smári Þorkelsson hér í sjötta sætinu. Þetta eru feðgar hérna, það er sko Hlynur og Ómar feðgar, Kristoffer og Brynjólfur eru feðgar. Svo er Stefán Rúnar Dagsson hérna, Haukur Ingi, Ásta Björk, Andri Steinn og Guðmundur Steinar Árnason. 11 keppendur, ég eins og segi, víst við svona 14-15 keppendum í sumar. Býst ég aðeins meira. Ég veit að bílar eru til og ég veit að eru bílar á leiðinni, allavega 2 bílar á leiðinni. Þá eru 2 bílar lausir fyrir einhverja aðra. Svo við fáum allavega 14. Það er einn bíl hérna í dag sem er eitthvað hann náði ekki skoðun, eins og heitir. Fær ekki skoðun og fer þú ekki að taka þátt.
You have spent so much time. You've given a piece of yourself. Sweat, blood, and dime. It's a rocket car right off the shelf. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Drive Við hann að ræta. till you're out of gas. Drive till you drop or out of gas. Drive into the night. Drive out of sight. Já, við hann að ræta. Já. Ef hún vill láta straffa, þá verður að gera það núna. Getur þú straffa þetta sjálf? Það verður ógæst að taka núna eða 15 mínútur. Við verðum að hafa fyrir tilbúið. Our brakes have failed on the track. We make our way forward from last. We start all the way from the back. We need Na, hér sjáum við Ómar kíkja í húddið. Sjáum það komið svona speedholes í húddið. Má bóra gött. Einnig vel mert bílanust. the checkered flag. Helvit bíll hérna fyrir aftan. Breezing past back markers now. They reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always Það er einhver. Ég ánægði með litina á þessum bíl. Hann er vel augljós. Þessi ætti nú að vera nokkuð augljós líka á garðinu felgunum sínum en það vaðist eitthvað fyrir mér áðan. towards the checkered flag. Nú fer öryggisbíllinn út í braut. Hann er víst komin út í braut. Það er hann drilla. Two yellow flags in a wedge. The moment has come to refuel. It's our time and we drive on the edge. Ætti að koma mynd. Já, ykkur eitthvað smá. Gotta catch the Bless. rest. Come on, Sharon, it's game on. Ég tek bara loftsöka. Race on Býta aðeins. the checkered flag. Sayonara, sucker, yeah, that's how we roll. In my mind, I clearly see a next stop. Race on, gotta catch them all. Race on, Er átt að byrja þetta niður það? checkered flag. Var átt að byrja að byrja þetta niður? Já, hann hérna, Var hún byrjuð að byrja þetta niður? ég voru ekki byrjuð, en, Þá var ég að byrja. en þú, já, en Kristmann er í hjálpinu. It's go time. Það er í bílunum og lokkinn er alltaf tilbúin. Það er alls ekki bara of seint út úr brautinni. Já, eða bara því sem ekki þetta. Það er alltaf tilbúin að leiklega segja að fara út á braut og bara bruna það. Þú fara í röðina og þú halda þá leifina hvað þú átt að vera í röðinu. Gangi rólega vel. Það er geðið. Gangi rólega vel en það er geðið.
Hérna er sem sagt, þetta er medical bíl. Já, sem að flassaði hvít núna. Þetta er svona fast medical bíl. Þetta er bílinn sem er fyrstur á staðinn ef eitthvað skildi nú ske. Setja hann á loft og ég sé það keyra út í götu. Já. Það er að bíða eftir. Það er bara ótrúlega að bíða eftir. Núna eru keppendur farnir að tíja sér út í bíl. Hinrik, við þurfum að spara og við þurfum að ná í loft á 30 mínútur. Þú verður í loftinu í 30 mínútur. Við eigum ekki líka að vera bull. Við verðum að nota í 30 mínútur á eftir. Eru þið ekki að fara af stað núna? Bara leið og þeir fara af stað. Já, já. Þannig við þurfum að bíða aðeins. Við þurfum að bíða örlítið með þetta drónaskot, sko. Er það? Þið eru að keyra út á braut núna. Þið eru að keyra út á braut. Yes, soon it is showtime. We are going to great. It's go time. It's race mode. I'm switching off the world. Allir leiður sjá á ráslínunni, þá fyrir það á loft. Nýta batterið, það verður með það í gangi 30 mínútur. Ég skil þið sko. Það er ekki að gera það loft. En ég fyrir bara en ég held að bara sé á seint að taka hann inn núna sko. Samt út í fasta, þú getur alltaf þegar allir eru komnir fyrir þetta verður nýta batterið. On top of the stack, got a good Þá að mynda að þú taka batterið. Markjörnum bara eitthvað yfir ákveðni og vera bara tilbúin það. Þú getur ekki að flúa mörg og nota eitthvað áður. Jú, ég get það sko. En bara, ég er bara að pæla hvað. Ég gera þetta. cause now it is showtime. We're still flying. Markjörnum og batterið. It's race mode. I'm Sitsi. Ekki á það Jæja, keppendur allan að fara að tíja sér þetta út í braut. Þú eru að segja mér. Ég læti þetta leiða okkur og as strong as a steel. That's what your mind will is made of. You're in the race mode. Come on, Sharon. Race mode. Set for maximum speed. I need the ultimate. Drífið þið nú í beltin, Ásta, og út að keyra. Þetta Malbygg. Er það? Need the ultimate speed. Come on. I've got no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. Ásta var að loka On dyrum. the track now, I'm the split master. I only hope the split will fit. Splitter, I've got it. Þá er einn af síðustu bílunum að fara að koma sér út úr pittinum. Splitter, gonna love it. The new splitter is so fine.
Ég tekur loft. Nei, við drástum. My splitter is the envy of them all. They gaze and gawk and turn their eyes. The split time on the track is bound to fall. My splitter is loved by all the guys. Splitter, I've got it, a new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. Hér er verið að setja bensín. You want to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Strong through the night till you drop or out of gas. Það er búið að loka pittinum. Þannig að hann byrjar aftastur hér, það er að byrja úr pittinum. You're still in the fight. Just don't you take it too far. Þannig að þetta myndi heita á góðri útlensku start from pit penalty. Till you drop or out of gas. Þannig að Till you drop or out of gas. Till you're hljóðið er að detta út á svona 30 sekúndum millibili. Hljóð allt saman, er lagið að detta út líka? Bíðum við bara eftir ræsingu. Verða að klára. Jæja. Þá er þetta að fara að gerast. Það komið grænt. Grænt loft upp í loftið. Og við erum að fara inn á stað. Það komið grænt. Ó, númer 4 verður eftir á línunni Kristófer Logi. Gunnlaugurinn er frábær í ræsingu. Ormar þetta beint fyrir aftan hann. Og þá er það Hlynur Freyr. Nei, Ómar Örnanda sem er beint fyrir aftan hann. Og Hlynur pappans þar fyrir aftan. Eins og ég sjáu þá er þetta allt alveg nákvæmlega eins bílar en ég veit ekki hvernig ég áttur að gera þetta en við reynum okkar besta. Og þá erum við að fara í keyriginn og villinginn. Erum við þétt saman hérna. Þetta myndi vera Guðmundur. Já, þetta er mjög flókið. Það er mjög flókið að sjá hvað er að gerast núna í augnablikinu. Gunnlaugur allan á fremstur, Ormar þar fyrir aftan.
og Ómar Örn. Svo er Hlynur þarna fyrir aftan hann. Brynjólfur límdur fyrir aftan hann. Já, þetta er eitthvað fætt að gerast. Ástar í sókn. Ástar að sækja á Stefán. Bíl þetta fyrir aftan. Í drónaskot. Og hér er framúrakstur í gangi. Nær hann að koma sér fram úr. Sýnist að, nei. Grjótharðir þessi tveir. Þetta held ég sér Hlynur og Brynjólfur. Sjá hvernig tímarnir koma inn. Þá breytist röðin eitthvað. Lagið og ég erum að hiksta. Það er ekki gott. Enga grein fyrir hvað er að valda því. Ormar, já, Brynjólfur komin upp. Sæti komið fram úr honum Hlyn. Það var það sem við sáum gerast þarna áðan. Hérna er Ormar alveg límdur ennþá í hann Gunnlaug. Myndalkjör. Já, Ásta komin í sókn. Sittur í 8. seti núna. Gunnlaugur í fyrsta og Ómar í öðru ennþá hörku sókn á Gunnlaug. Sjáu hvað er að gerast þarna fyrir aftan. Allir framúrakstur. Hörku bara á þetta, límdir ofan í grann Kristófer Logi, þetta sko ekki að hleypa. Hvað var þetta? 67. Já, Hlyn fram úr sér. Þeir eru ennþá límdir ofan í grann, dróni fyrir aftæði, þarna, já. Þetta er Hlynur sem er að reyna að komast fram og Kristófer náði að stinga sér þetta fram úr. Situr hérna fyrir framann á bíl nr. 4. Fáum við ráslínuna hérna sem að Gunnlaugur er fremstur með Ormar beint fyrir aftan. Ómar þar fyrir aftan. Og svo kemur Brynjólfur. Kristófer sonur hans. Svo Hlynur. Stefán Rúnar er svo þar fyrir aftan. Hér og þarna Ásta Bolladóttir. Guðmundur Steinar, Haukur Ingis og Andri Steinn. Hérna er fyrsta og annarsæti. Eldum þá aðeins og sjáum hvort að hann nái nú einhverju inn í fyrstu beygju hérna. Nei, inn í herpinnu, hárnælu beygjuna. Ekki mikil sókn svona kannski en þeir fara svo hratt í gegnum þessa beygju, kæra fólk. Þessi beygja hún er mjög kröpp og þeir einhvern veginn bara þjóta þetta í gegn. Gunnlaugur strax komið með 34.8 og Ormar með 34.8 líka. Fullandi barða. Gulli er ekki búinn að slíta sig frá, en hvað er þetta fyrir aftan? Það er 3 staðir sem er möguleika framúrakstur í þetta bráðum. Hérna skulum við fylgjast með. Þetta er að mér skallast ekki Hlynur. Og Kristófer Logi. Er þetta ekki Kristófer þetta fyrir framann? Jó, og Hlynur. Nei, þetta er bíl 1, þetta er Brynjólfur. Kristófer er kominn fram úr pappa sínum. Og hér er Ásta að koma sér fram úr. Kemur sér fram úr Stefán. Og upp í 7. sæti með hana. Hérna sjáum við Brynjólf.
er Ásta komin fram úr. Þið farið inn í erfiðu beygina. Hérna er fyrsta á annarsæti. Þetta bara stuppar á milli. Ormar ætlar ekki að sleppa honum frá sér. Fremstu bílar. Það er ennþá bara sama bílarn á milli þeirra. Mjög vel gert hjá Ormar að hanga svo niður Gulla. Þarna farið í gegnum hárnæli beygina. Gunnlaugur ótrúlega stabill og góður og hraður í þessum bíl. Hann virðist ekki einu sinni þurfa að fara sömu línur og aðrir til þess að fara hratt. Koma þær inn á beina kaflanum yfir línuna. Það er spennandi að sjá þess að tímaðum sé að fara að breytast. Já, komið 35 hjá Gunnlaugur. Gunnlaugur er sem 600 millisekundum undan cirka bát. Ásta bara að mynda fínt bil. Nei, hörðu! Hér fór vél! Eða eitthvað. Hér er farin vél! Hér er þetta ekkert Ásta. Þetta er Ásta. Nei! Það er ennþá kappakstur hér í gangi og fylgjumst þetta með toppunum. Horfðu á eitthvað? Það er kappakstur. Þeir eru þarna fremstir, sjáum pínlítla punta þarna, en hún fara inn í fyrstu beygju. Já, sjáum við bara stóru núna. Það er komin öryggisbíll til þess að hóa á saman. Sverasti öryggisbíllinn sem hægt er að fá, held ég. Og öryggisbíllinn hóar saman keppendunum. Þetta þéttir leikinn. Þetta breytir talsvert keppnin eins og hún er og byrja að myndast bíla milli allra, svo við erum að fara að fá bara í fyrsta skipti, held ég, svona restart undir öryggisbíl. Hinrik, þetta skiptir batteri. Já, góð hugmynd. Þurfum ekki að horfa á hana meira, sko. Þetta er bara bilaði bíllinn í brauð. Já, bara... Já, ég bara, það veit hvað að gera. Og svo útsendingur að Þið bömmir maður, hvað gerðist þið? Þú stemma hérna. Hérna er þessi fallega öryggisbílarunna. Fallega öryggisbílarunnan. Já.
Ekki spennandi myndefni þar. Braut, komið braut. Stoppa braut. Ég er bömmir maður, hún kom með overtake og allt sko. Þessi gullfallegi bíl. Það eru nokkrir bílar sem koma mjög reglulega hérna upp á braut, svona Porsche 911 GT3 RS Weissach Edition heitir þetta. Fullu nafni. Það eru nokkrir svona bílar sem eru að koma mjög reglulega hérna upp á braut í öllum litum. Það er enginn af eins, mjög skemmtilegt. Þetta er náttúrulega svaðalegsta tæki sem á sést hérna á þessari braut. Fyrir utan þessar svaðalegu bílar sem eru hérna beint fyrir aftan. Dup. Þetta verður áhugavert endurræsing. Það er ekki mjög gott, endurræsing. Það verður áhugaverð endurræsing hérna eftir. Það á að draga það allir inn í pitt. Þannig að það á sennilega að ræsa bara frá stoppi. Nú verður farið út í braut og það verið að íta honum innskilst mér bílnum. Já, þarna sjáum við aðeins í þá, mér er ekki bara út. Þú ert komin inn? Nei. Hún er í góðum gír þarna samt. Já, takk, endilega, taktu myndaðela. Svo fara þau núna og trítla sér aftur inn í pit. Ég allavega Ásta. Hún trítlar bara ekki neitt, það er rétt. Hún verður bara sótt. Flottur galli! Ha! Herri, jæja. Þá fer að koma að ræsingu. Það mun skilst olía í braut. Já, við erum að hreinsa olíu. Ok. Alltaf hann að lenda um á meðan. Já, ég kem með bara. Nú farað í dag að skoða hans yfir brautina og sjá hvort að þessi beygja hann sé í lagi. Það er eitthvað að hreinsa vantilega einhverja olíu. Ég held að hann hafi sprengt mótor þarna bara. Mögulega. Það sé líklegt. Með við reykið sem stóð aftur úr bílnum og það að sé olíupollur ykkur þar hann í brautinni, þá þykir mér mjög líklegt að það hafi gefið sig eitthvað í þessum mótor.
að skoða brautarstöðu segja þessi fullt af olíu þarna. Nú faraði í einhverjum reynslu aðgerðir. Svona ekki vel sýnilegt innan fyrir okkur hvað þessi olíupollur er. Nei, ég var alltaf að spyrja, er það þarna sem ég er að suma? Þetta er náttúrulega sprey af olíu. Mér sýnist þetta að vera þarna, þetta nokkuð vinstra meina á skjánum, við rauða belginn sem að þið sjáu hérna á mynd. Sýnist vera svona, það er svona dökkur blettur þar að möguleika það sé bara sprey af olíu. Örugglega liquid moly olía. Þetta er mjög líklega einhvers konar corn oil sem liggur þarna í brautinni. Mér skjálfast ekki. En það er búið stöða þess að keppni. Mér skilst þær að taka fljúgandi start, fljúgandi ræsingu. Það er þannig að öryggisbíllinn keyrir þá með á einn ring og þegar öryggisbíllinn kemur síðan hérna inn beinakaflan þá fer hann bara inn í pit. En keppendur fyrir aftan halda áfram og ræsa bara um leið, þau keyra þá yfir línuna sko. Abi varahlutir, við gerum betur. Abi varahlutir, lífið er ljúft, gerum þínu í góð. Stimpið fast á brautin. Gunnar er tókum. Sjá, skoða þetta. Greinu þetta. Það var eitthvað, það var eitthvað bóið. Það var einhvers var ofurbrúð. Það var ofurbrúð að það skiptir að niður og það kemur bara lágt.
Er mikrofónin í gangi? Það verður þetta gaman að vita hvað stimpillinn fannst. Það var hérna á svæðinu sko. Bara beint fyrir framan hann. Fyrstu bæðina. Já. Við vorum að fá þær fregnir að það hefði fundist stimpill í brautinni. Þannig að það er einhvers staðar gat á þessari blokk og stimpillinn stakk af. En hann fannst samt, hann er ekki sloppinn burt, sko, alveg. En hann er ekki að fara aftur í hins vegar, heldur. Þetta fær bara ekkert aftur í þessa vél. Öruggur með það. Það setjum í vél í hennan. Er ekki langt í næstu keppni? Ekki. Við erum það bara að bíða spök eftir endurræsingu á keppninni. Og við erum bara að slöka með það, er það sem við gerum. Það var ekkert að sýna, það var bara stopp mikið meiri braut, þetta var ömurleg kraft. Ég langar bara að sjá bílana og sjá í samt. Það var eitthvað sagt að það Þú veist aðra mynda þú. Það er að pæla á mér. Hún er að laða þér í einasta síðasti. Nei, nú er bara charging á sólinni. Næsta í þarna.
heyra nokkur orðið í það. Leiður fyrir að hugsa þetta heim, þá kem ég aftur og þau bara einhvern aftur. Bara að gefa henni svona emotional support. Ég get svona. Þú bara fyrst múnið og Já, ég ætla bara að hlaupa út af vegginn og sjá hvað gerast. Já, en þú sérðu að þú heyrir þig bara í gang. Já, bara hleypi. Það er fokkin spani. Já, þú getur treyst mér og þú getur treyst mér. Hér sjáum við duglega brautarstarfsmenn sópa upp olíu. Það er þessi fallega lína þarna í gegn. Þeir töluðum það að þau sés hvítan reyk koma aftur úr bílnum þegar hann kemur inn beinakaflan. Og svo hafi bara komið stórt ský aftur úr bílnum þegar að skellti hann í annan girinn fyrir fyrstu beina. Það er bílinn bara út í braut, hann verður bara skilinn eftir þarna. Nú til að keppni lýkur. Hann er þarna á öruggum og góðum stað. En hérna sjáum við blásarinn á fullri. Og Valgeir hér að manna blásarinn. Valgeir er mikið aðstöðinni á klubnum. Öryggisbílinn bíður spakur með runu á bílinn fyrir aftan sig. Og þetta er hérna Hlynur sem þið sjáu hérna verið að setja sig í hettuna. Þeir bara Ég var að fá hérna frábæra ábendingu frá kamerugæjanum mínum hérna. Þetta hotn þarna gæti verið sponsað af Brimborg. Öruggur staður til að vera á. Mér fannst þetta mjög fyndið. Blásarinn á fullu. Og fá Hinrik til þess að búa til lag. Eins og Riksson á fullu nema bara blásarinn á fullu. Ég verið að Reinsabraut.
Þetta er Kristoffer Logi hérna hvítu hettuna og hvíta gallan, eða hvíta og svarta gallan. Sýnist sem að vera Brynjólfur hérna í svarta gallanum. Svo Gulli hérna að koma að skvaða þetta eftir þeim. Hér er úrvalsfólk. Hér er rúta sem ég sé allstar. Ég er að sjá þess að rútu bara allavega einu sinni í viku og ef það er motorsport viðburður einhverstaðar þá er þessi rúta þar. Af hverju veit ég ekki en ég fíla það. Þarna er verið að spjallum brotinn stimpil. Mér sýnist ég sjá hana það, já. Þetta sjáum við brotinn stimpil, Ásta Björk og Hinrik hérna sem er augljóslega liðsmaður hennar. Svo stendur hérna GT Akademían, Team GT Akademían inn í 5-unni. Það er það sem stendur hérna. Hann kann bara ekki að stafa svo hann skrifaði Sixuxa en þetta er Team GT Akademían sem þið sjáðu hérna. 25. Já, kæra fólk. En hljóðuð hjá okkur ennþá í ruglega. Hvernig er staðan á því? Hér er einhvers konar keppetafundur í gangi. Our brakes have failed on the track. We make our way forward from last. We start all the way from the back. Ég betur að ræða sína milli hérna og fá einhverjar upplýsingur um hvernig ég framkvæma þetta endurræsingu. Nú har alltaf aldrei verið framkvæmt áður svona endurræsing. Ekki svona endurræsing á ferð allavega, svo ég viti til. Ég hef verið hérna öll skiptin, þannig að þetta hefur ekki verið gert. Það hefur ekki verið rest á ferð hér áður.
vita allir að vera komin inn í bíl. Yes. Og nú erum við að fara að gera eitthvað sýnist mér. Hérna kemur Ingimundur hlaupandi. Ingimundur er nú bara stóð og stytta kvartmýluklúbsins. Mikið hlaupandi. Og sama má segja hann Baldvin Hansson sem er hérna keppnisstjóri. Þetta eru legend kvartmýluklúbsins sem eru hér allan í dag. Henrik! Yes! Já, þannig að það. Erum við klárir? Þeir eru að vera klárir. Þú átt að vera klár núna, bara að standa í að bíða. Ertu ekki gert þetta með að tala á áttu eða eitthvað? Ég var einmitt að gera þetta á meðinni. Aron, mér til varnar, þú er sko búin að segja 8 sinnum. Ég ætla ekki að tala við Aron, ekki trufla. Ég ætla ekki að tala við þig. Nei. Þetta er stressa mig upp, Það er sko. neitt mann segir. Alltaf hugmyndir hans eru vonlausar núna. Nei, hvað vil þetta? Hérna? Ok, þeir eru ekki, stráturinn er komin í gang, sko. Er komin mynd? Nú verður þetta að gerast. Þetta er alveg að fara að skella á, kæra fólk, aftur. Við fáum endurræsingu, það er einhverjir... Já, hvað er mikið eftir? Það stendur á töflunni hjá okkur að séu 12 hringir eftir, en þetta er ekki eftir tíma. Svo það er eflaust einhver að fylgjast bara með tímanum á þessu og... Já, meðan það þeir hafi keyrt í 10 mínútur, ef að það er rétt sem tablan segir að þeir hafi keyrt í 10 mínútur, það ætti að vera 20 mínútur eftir þessari keppni. Ertu ready eða? Það er ekki alveg strax, þetta er alveg að vera að gera. Þú leiður aukvíkjum og þá fyrir ég á stað og þú lofa. Yes. Nei, já. Dróni!
Allir keppendur gerast tilbúin að hurðarnar opnar ennþá svo heitt inn í þessum bílum. Stór glæsileg rauða bílum, það er búið að þrífa braut. Öryggisbíllinn trítlar hring. Hann tryggir að brautin sé í lagi og þegar hann er búinn að athuga að brautin sé í lagi þá pekar hann upp bílana, elta hann, fara nánast heilan hring, allan frá fyrstu beygju. Taka þarna heilan hring, svo þau koma inn beinakaflan þá heldur öryggisbíllinn áfram og keppendurnir hefja keppni aftur, endurræsinguna svokölluðu. Fallega merkt þessi rúta, þarna ADHD Racing. Mjög ánægð með þessa rútu. Ég veit ekki hvað hún kemur eða með hverjum hún er. Ég er mjög ánægð með hana. Þetta er bara kappakstasta rúta Íslands. Allan í mínum haus. Ég er alltaf að sjá þessa rútu allstaðar sem er einhverju viðburðir. Ég bara býst við að það sé risastórt sjónvarp inn í þessari rútu og þau séu að horfa á þessa beinu útsendingu. Komið grænt í beitinum. Þarna elta bílarnir öryggisbílinn sem við sjáið. Það er komið grænt flagg í brautina. Hérna sjáið þið sandinn sem er komin hann í kverkina á beiginni. Kverkina? Þetta er öryggisbíllinn að leiða það áfram og þetta er hringurinn sem við ræsum. Það eru ljósin ennþá á bílnum, ljósin blikka. Það sjáu þið spól fyrir brautin út um allt. Það var driftæfing hérna á föstudaginn og hefur voru vel duglegir við að krota hérna á brautina hjá okkur. En þetta krotið nú flott. Þetta er flott krot, finnst mér. Þetta er skemmtilegt. Og sýndist mér rétt að það væri búið að slökkva ljósin á öryggisbílnum. Öryggisbílinn kemur hérna inn beinakaflan og við erum að hefja ræsingu. Hér sjáum við restina af bílnum. Og það er bara svoleiðis, það er komið grænt, við erum byrjuð með kappakstur aftur. Og nú er allir ansið þétt saman. Hér er örlít út í rykið þarna. Gunnlaugur, fremstur. Ormar beintur aftan sig. Skoppandi og hoppandi þetta í gegnum Jórðubeil. Ykkur breytir ekki stillingu. Ég veit það er ekki Jæja, upp í fyrstu, upp í S-in fara þeir.
Gunnlaugur ennþá fremstur, Ormar hérna beint fyrir aftan hann. Og það fyrir aftan Ómar Örn. Kristófer Logi kominn upp í fjórða og hangir þar fyrir aftan. Örlítið byrja að tegast en þó ekki hérna. Ormar alveg límdur ofan í Gunnlaug en þá. Mest spenntur að sjá hvernig nánu að stinga sér eitthvað fram úr. Svo með ekki gleyma því, það öfug rásröð hérna á eftir þannig að þeir fremstu byrja aftast. Svo það alveg hygglust að við fáum fullt af framræstri þá. Spurning. Við náum að fá einhvern góðan kapastur, einhvern framræstur hérna. Sem eftir af þessari lotu 1 hjá okkur. Í fyrstu umferð Íslandsmeistaramóti í kapakstri bíla 2026. Og þetta þeir bara mjög flott öllumölu í gegnum, allir, þetta eru víst allt karlmenn, fara hérna inn í gegnum airbin-beygina, hárnæluna og inn í erfiðu-beygina. Gunnlaugur virðist ekki fara jafn utarlega á allir aðrir í þessari beygju. Ennþá límdur ofan í hann. Hann kominn á beinakaflan. Sennilega fátt annað að gangi í gegnum hausinn á honum Gunnlaugi heldur en að reyna að hrista burt Ormar. En Ormar ætlar ekki að fara neitt. Gunnlaugur passar sig vel að keyra ekki ofan í rykinu. Stutt bil hérna á milli topp 4. Og það bara 200 millisekundur sem að aðskilja Gulla og Ormar. Það 800 millisekundur í Gunnlaug frá honum Ómar. Og þarna einhver í sókn. Kristófer Logi að reyna að komast nær honum Ómar. Frábært að hafa það á svona á 2 hvítum bílum. Mjög auðvelt að þekka ykkur í sundur. En eins og ég segi við ykkur sem að heimasýtið, þeir eru búin að lofa að bæta úr þessu fyrir næstu keppni hjá okkur. Það er allir vel mertir eða ég sé hvernig litunum allavega. Ormar er alveg eiturharður hérna, ætlar ekki að leyfa Gulla að fara á neitt í burtu frá sér. Þar Brynjólfur Smári fyrir aftan, hann er hérna rétt fyrir aftan hjá. Það var eftir með Hlynur Freyr. Hann er eitthvað gert einhver mistökan Hlynur. Hann er langt aftur úr. Hér er drónin að sjá einhvers konar spennu gerast. Eins og sjá, þetta er bara 1 og 2 og svo 3 og 4. Kristófer þarf að fara að koma sér fram úr Ómar ef hann ætlar að fá að eiga séns í Ormar. Hann verðist vera örlítið hraðara en Kristófer þarf að segja, það verðist vera örlítið hraðara en Ómar hérna. Allavega er síðasti hringur einhverjum 800 millisekundum, 700 millisekundum hraðar hjá honum. Skellti sér í slow-mo í smá stund þarna. Weak signal.
erfiðar að sjá sjón. Ennþá þéttur kapastur hérna á milli þessara. Gunnlaugur ekkert að ná að hrista sig burt núna svo hann náði að gera áðan. Gunnlaugur líka ekki búinn að ná þessum besta hring sem hann setti í keppninni áðan. Hann náði 34,5 áðan í keppninni en núna bara fastur í 35 með Ormar beint fyrir aftan sig. Ói, Nei, ekkert. Ég glipsaði bara upp á skjáinu, ég held að það væri eitthvað stórkostlegt að gerast. Ómar og Kristófer Logi eru báðir með 35 líka, eru svona hálfri sekúndu frá Gunnlaugi með besta hring. Ormar að reyna eitthvað hér. Já, hann er að sýna sig alveg lindur ofan í Gunnlaug. Þetta er baráttunum fyrsta seti hérna. Já. Ormar sko ekki að sleppa honum frá sér. Það er aðeins að tegjast þetta bílið frá Ómar í Ormar. En Gunnlaugur og Ormar eru þetta bara langfremstir. Það er inn á beinakafla, inn í fyrstu beygju og hvað ætlar hann að gera hér? Hann stingur sér innri. Já, neglir sér innri, ítir sýnist mér Gunnlaug örlítið utarlega nærsamt að halda þessu. Hann er kominn fram úr. Ég get ekki betur séð þetta, það bara verið í góðu lagi. Gunnlaug skildi eftir smá pit og hann sá hann í speglinum. Og þá er Ormar kominn fram úr upp í fyrsta sætið með Gunnlaug á hælunum á sér. Og Gunnlaugur sem sjáið ekki sáttur með þetta og ætlar ekki að gefa neitt eftir. Vöktu við vel þessa tvo drengi. Sjáið Gunnlaug. Hann er alveg ofan hjá honum. Nær hann meiri hraða hér út. Já, svo virðist vera örlítið hraðari, kannski kílómetri hraðara á mæli. Hann er ekki samhliða núna. En er hann samhliða núna? Nú er hann samhliða. Er bara saman inn í gegnum beygjunar. Gunnlaugur hangir innri, sleikir mölina, nær að þrýsta Ormari frá. Og þeir eru samhliða, þeir góða inn á beinakaflan. Ormar virðist verið með örlítið meiri úthraða úr beygjunni. En núna er Gunnlaugur hins vegar á innri línunni. Og læsist því inni, já, heldur Ormar fyrirgefið á ytri línunni eins og Ormar gerði við hann áðan og er kominn aftur fram úr. Virkilega vel gert.
meira svona, strákar. Meira svona. Nú vil ég bara fá Gunnlaug til að gera ein mistök. Hleypa Ormari fram úr óvart. Og svo aftur action. Ha. Ormar ekki gefa... Nei, þetta er eitthvað meira action. Þetta er tróðningur og læti. Þetta er Stefán Freyr Andi. Gunnlaugur núna örlítið byrjar að teygja bilið, búinn að hrista sjálfstraustið úr honum Ormar, eða þá að Gunnlaugur hins vegar náði sér bara í sitt sjálfstraustið. Þeir náttúrulega voru í hölku baráttu þarna á honum, voru báðir að keyra 37 sekúndu hring sem gaf Ómar og Kristófer Lóga tækifæri til þess að ná þeim, svo þeir eru núna komnir. Nú eru þeir aftur 4 fremst að berjast. Gunnlaugur nú þokkalega fremstur samt og með nokkuð örugt forskot eins og bara 35-6 á þessum hring á meðan að Ormar fyrir aftan er að fara 36-5 en Ómar, Örn og Kristófer báðir fóru 35-5 hérna á þessum hring, þannig að þeir eru að bæta sig. Það er bara Ormar að finna traustið á sjálfum sér og bílnum aftur og ná Gunnlaugi eða ekki. Ég er náttúrulega bara til þess að hafa gaman og ég var alveg til að sjá Ómar ná Ormar núna. Áttur að flækja svolítið tungur á mér reyndar þegar það fyrir að gerast en ég ætti nú að geta komið út um mér. Hér er Ómar að nálgast Ormar. Gunnlaugur er að fjarlægast þessa drengi og spurning hvort að Ómar fari nú að reyna einhverja kunstir á Ormar sem gerir þá ekki og Ormar þarf að gera varnarlínur og mögulega að tapa tíma á því. Stækkar bilið ennþá meir í Gunnlaug. Ómar fer vítt til byrsi fyrir þessa beygju hérna til vinstri, hangir vel á innri línunni. Ormar fer aðeins víðar þar. Ormar fer seinna inn í þessa beygju. Inn á beinakaflan enn einu sinni. Gunnlaugur núna komið með stórt bil á milli í sekúndu undan, 1,3 á undan núna. Halló? Mike Tjarna! Mikeinn kominn aftur inn. Frekar óþægilegt hann dettur svona út í tíma og tíma. Sjáuð þið þéttsetið hérna á toppnum. Gunnlaugur hann er ekki bara að slíta sér mikið meira frá. Spurning, ég held að þetta sé undir sekúndu núna.
aldrei sko falleg. Það er að fara heim. Þannig, já, já. Jesús, þessi mikrofót okkar er að detta standstútuna. Við erum á síðasta ring. Tel ég. Já, það er verið að flagga út mér þess að. Það er þá þannig að Gunnlaugur sem tekur sigurinn. Ormar Agnarsson tekur annarsætið. Ómar Örn í því þriðja. Kristófer Logi Brynjólfsson í fjórðasætinu. Og pappans Brynjólfur Smári Þorkelsson mætir hér í fimmtasæti. Beint á eftir honum. Og þá er það Hlynur Freyr Sigurhannsson sem kemur hér í sjötta sæti. Hér er ennþá smá barátta. Andri Steinn. Guðmund beint fyrir aftan sig. Stefán Rúnars þar á eftir. Og yfir línuna koma þær. Engin breyting þar á. Getur sett á mig, ég ætla að fylgja bossum. Öryggisbíll hérna úti í brautinni, hann er að meta hans ástandið og svo bara förum við aftur inn í pit. Svo er ræsing á næstu keppni. Ég er ekki alveg á hreinu, það er einhver töf vegna þess að öryggisbíls sem að koma út í miðri keppni í dagann. Þannig að ég tilkynni ykkur það bara hérna fljótlega. Og þangað til þá skulum við bara fá stöðun upp á skjáinn. Og náttúrulega Ásta Björk og Haukur Ingi sem að kláruðu ekki þessa keppni. Náðu þessu skotum. Já, mann En núna. Já. Ég vissi það líka, leið þú varst búin að stytta því sætinu.
Já, Þetta. Ég myndi að setja í bílinn, Ég glemt að sigla bílinn. You want to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Don't through the night till you drop or out of gas. það ákveðin að það Or out of gas. Don't forget where you are. You're still in the fight. Just don't you take it too far. Then you will be alright. Try till you drop or Já, það er komin einhver tími á þetta hjá okkur. Keppni 2 mun hefjast eitthvað 14 leiti. Þannig að komum við aftur hérna á skjánum og spjallum við ykkur klukkan 2. Þangað til, þá horfum við á eina auglýsingu og svo fáum við bara aftur upp þessa töflu hérna. Abi var hlutir, við gerum betur. Abi var hlutir, lífið er ljúft, gerum þín við gott. my splitter is the envy of them all. That gaze and gawk and turn their eyes. The split time on Ég the ætla að koma fram og track is velta hann á bound borðinu. to fall. Andskotin My maður. splitter's loved by all the Ég hef gert svona, sérðu hérna sko? splitter. Já, Já, og þá ég ætla að sjóki minn og taka í þetta og flippa borðinu þannig að þetta var Já, ég ætla að byrja að geta þetta. hann sagði það sko, hann sagði það. Hann sagði það. Hann var svo sannfærður að þetta væri olíuveist. Það er vitað að þetta brenn. You want to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Roger, er komið mynd að skjáinn? Já. Roger. Or out of gas. Já, það er Líktar hann svo útlættu það. Þetta er góða það. Þetta er æðislega. Þetta er loftni. Já, ég skal segja þetta. Þetta er Það er aðra myndaðar. Það er bræðarlega sem fyrir mynda. Já. hérna á til. Þessi er ekki þeim neitt að mála það. Já. Jæja, nú fer þetta að gerast, kæra fólk. Nú fáum við næstu keppni. Ég sjáum við keppnina komin á línu. Þetta er öfug rásröð. Nú skulum við fá þetta burt. Þetta er í tómarugli.
Herri, það er bíl 74 hérna fremst. Þetta myndi vera Stefán Rúnar Dagsson. Þar á eftir kemur Guðmundur Steinar Árnason. Svo er það Andri Steinn. Hlynur Freyr, Brynjólfur Smári, Kristófer Logi, Ómar Örn, Ormar og svo Gunnlaugur Jónasson hérna sem er aftastur. Rekur lestina. En þetta er öfug rásröð með það sem við gerðum áðan. Sjáu alltaf þessa bletti. Nóg að blettum hana. Já, sem þetta öfug rásröð með við niðurstöðu fyrir keppni. Fyrir lotu, eins og þetta heitir víst. Sjáum við í bakendanum bíl sem að sprengdi vél á þann. Augljóst hvert þau fara að ná sér í varahluti fyrir það. Herðu, hér er eitthvað að gerast. Myndavéla maður, fylgstu vel með þessum ræsimanni hérna. Og nú erum við farin að fara á stað. Heyrist ekkert í brautarmæknum okkar. En þetta er þjófstart. Massa þjófstart. Og svo komum grænt og þau fara á stað. Fyrsti bíll og annar bíll fara bara ekkert á stað. Hann virðist að hafa drepið á. Það var allir utan hann. Verður bara eftir hann á línunni. Bíll 67, Hlynur Freyr. Tekur fyrsta sætið. Raunar nokkuð þétt þetta Ormar í hvað? 7. sæti hér. Og er þetta Gunnlaugur hérna aftast sem er að reyna að tróða sér utalega. Gunnlaugur komin aðeins upp listan. Allir Gunnlaugur kemur sér fram úr, en núna fyrir aftan Ormar. Þetta eru þessi tveir sem voru að berjast fyrsta sætið áðan, en það er spurning hvort þeir náu nú að vippa sér upp listan á næstu 30 mínútum. Já, það er ekki bara að það í gangi hérna alveg á botninum. Það myndi vera Guðmundur nei, ég hef ekki hugmynd hverju þetta eru í augnablikinu. Ég har að sjá númerinn, hann er Gunnlaugur allavega. Ormar hann fyrir aftan. Og þar fyrir frá hann Ormar er Brynjólfur. Hvar er fjarkinn minn? Er þetta Kristófer hann? Já, Kristófer er í öðru. Beintu eftir Hlyn er í fyrsta. Hérna er hann Hlynur að koma með. Já, sjáu þið. Ormar strax komin í árás og Brynjólf. Virðist að hafa verið með aðeins meiri endarraða hérna út úr beinu. Næra að komast í samhliða. Núna hérna Kristófer að stinga sér fram úr. Já, næra að leggla það. Hann er komin fram úr. Og hérna fyrir aftan. Brynjólf er hérna að koma sér fram úr Ormar. Ormar alltaf komin fram úr núna. Og þá er bara Gunnlaugur hérna númer 7 fyrir aftan. Ómar fyrir aftan Gunnlaug. Nú getum við séð hennan lista hérna. Kristófer Logi núna komin hérna upp í fyrsta sætið. Glæsir hann framverastur í fyrstu beginni. Ormar þar rétt og eftir. Þannig sjáum við Gunnlaugur. Gunnlaugur vilja svo koma með appelsínugullar felgu að aftan. Það er stælar að sjá hann fjarska. Það er engin hljóð í kamerugurnum okkar. Já. Þarna gerist það. Háka á hann snöggur. Það er bara lami í tengið. Ormar að koma sér fram úr. Það er hann Hlynur sem er að vera að berjast við að halda honum, en nær því ekki. Ormar stingur sér upp. Kristófer komið með gott bílinn fyrir framan. Hérna kemur Gunnlaugur. Nei, hann sleppir. Það er árekstur. Það er árekstur.
Brynjólfur og Hlynur lenda hérna saman inn í fyrstu beygju. Þetta er vinsæl beygja til þess að lenda á mönnum. Þá höldum við drónanum hér. Smá stund, sjáum hvernig þeir leysa úr þessu. Já, skiptum yfir á fjarkan. Kristófer öruggur. Fremst. Það verðast allir bílar í lagi og engin gul flögg á lofti. En þá, eða lengur, réttara sagt. Allir bara bílarnir komin aftur á stað. En þetta setur stórt strikk í reikningin á Brynjólf og Hlyn. Kristófer fremstur með Ormar á hælunum á sér. Spurning hvort að Ormar fyrir að ná að sækja meira á hann. Svo er það Gunnlaugur hann, komin í 3. sætið. Eftir árekstur og vesan á strákurum hann fyrir framann. En rétt á eftir Gunnlaugi er Ómar. Ormar hér, nær hann draga, Ómar nær hann að draga á Gunnlaug. Ormar hérna fyrir framann virðist vera að ná á Kristófer. Sjáum hérna inn í pittinum að það hefur verið að tósa til og reyna að banka hana bíl í lag hjá Brynjólf. Hann getur komið strax út á braut. Hér er Ormar í sókn. Besti tími hjá Ormar er 500 millisekundum hraðari heldur en Kristófer Logi. Hérna er bara þetta! Já, vel gert! Tekur innri línuna. Ég var að reyna að sjá númerið á bílnum. Hvað bíll þetta væri, sko. Þetta er Andri þarna á gulu felgunum. Guðmundur á Steinar fyrir framan hann. Sjá Ormar ennþá í sóknin á Kristófer Loga. Gunnlaugur er nú ekki langt fyrir aftan. Hér er tíminn á Gulli. Síðasta hringur hjá Gunnlaugur er 35 sekundur. 35.0. Það sama á Kristófer. Nei, Kristófer fór 36. Þannig að Gunnlaugur er í æpandi sóknin á strákana. Það er Ómar Hlynsson sem er líka í 35. Hann er þetta rétt fyrir aftan. Gunnlaug og hangir vel í honum. Eltir bara Gunnlaug. Hér er barátta. Ormar talsvert hraðar hérna inn að hárnælubeginni og er bara búinn að koma sér fram úr. Eitthvað hefur nú verið klúður á Kristófer út úr þessari beygju fyrst en hérna er hann með hraðan á Ormar. En Kristófer er grótharður og hann á ekki eftir að sleppa honum frá sér. Allavega ekki frítt. Hann reyna allt sem hann getur. Skulum við... Hér er eitthvað. Hlynur Freyr og Stefán Rúnar. Hlynur hérna kemur sér samhliða. Nær hann að halda þessu fyrir sig, út af fyrir sig og leiðin inn í þessa beygju. Inn á beinakaflan koma þeir hér er
Action! Já, Kristófer er ekki að missa hann ekki langt frá sér allavega. Munar talsvert miklu á síðasta ringkjaðum. Það er heil sekundu munur þar sem Ormar náði honum. Kemur sér vel fram úr. Og spurning, er Ómar Örn að fara að hanga í Gunnlaugi? Er Gunnlaugur að fara að ná Kristófer Loga? Skulum við kannski kíkja næst niður listan og sjá hvort við finnum ykkur á fleiri sem er að gera eitthvað skemmtilegt. Þessi bara tekst á annar staðar sem við erum að missa nokkuð af. Hér sjáum við 7 bíla. Það eru 9 bílar í brautinni, þannig að einhverjir eftir hérna. Sjáum við Kristófer. Komin í stuðarinn á Ormar og þetta er mjög mikilvæg beygja hérna, að koma miklum hraða hérna út. Þá er spurning, er öppin með aflið á móti til þess að draga inn hennan Peugeot. Ekki hér og ekki í þetta skipti. Þetta þurfa bara að gera smá mistök til þess að tapa nægum tíma. Það var örlítil mistök hjá honum Ormar og þá er Kristófer kominn fram úr meðan við hvað Kristófer er nálagt. Gunnlaugur hérna á harðasprettinum á eftir. Ekki langt fyrir aftan hann er Ómar. En jú, það nú virðist. Hvar er Ómar? Dróni farið til að hægra þess. Dróni farið til að hægra þess. Engin Ómar! Hvar er Ómar? Ómar, Kristófer, Gunnlaugur. Ómar. Sjá við aftar þessi bíla. Sjáu þið Gunnlaugur, hann er búinn að stytta bilið ansi mikið. Hann er 2 sekundum, hann er 1,7 núna á eftir Ormar. Gunnlaugur er að saxa niður tíman. Ég hef búinn að akka fyrir 11 og ynna. Hann frá sér núna. Og hvað er Gunnlaugur? Þetta birtist hann. Ég sé ekki langt fyrir aftan. Gunnlaugur er svo eini sem er búinn að fara í 1.34 og á hérna besta hring. Eins og svo oft áður þetta í keppnum. Hér er bara þetta í hárnælu beiginni. Þetta eru 2 bílar. Við erum mertir eitthvað. Þarna sé ég númer. Guðmundur Steinar og Hlynur Freyr. Hlynur mögulega með talsvert meiri reynslu á þessari braut. Það sem ég þekkir ekki upp á reynsluna hjá honum Stefán. Nei, Guðmundur fyrir ekki. Guðmundur þetta fyrir framan hann. Hlynur hérna alveg límdur ofan í hann. Gæti alveg eins og verið í honum. Hlynur þarf að komast fram úr. Hann virðist bara ekki hafa hraðan hérna inn kaflan. En hvað gerir hann? Ætlar hann að stinga sér á innri? Nei, hann sýnir sér örlítið, gerir sér líklegan. En tekur ekki á skarið.
Hvar eru þá topp 3 hjá okkur? Hvar eru þeir þarna? Þeir eru að fara inn í erfiðu beina. Ármar, Kristófer og Gunnlaugur. Hlynur að reyna. Dróni farið til hægri inn í hárnalina. Já, takk. Gerist eitthvað hér. Nei, Hlynur er samt að reyna allt sem hægt er. Dóttir, fyrst þú fremstu bílinu fyrir mig. Hlynur er að reyna, hann er núna komið samhliða. Komið fram úr. Guðmundur virtist að hafa gefið eftir þarna. Þegar hann sá hann var komið samhliða og hleypti honum bara frá sér. Sambandsleysi. Og hér er hann kominn fram úr. Hlynur Freyr Sigurðarsson. En hérna eru topp 3. Ármar, Kristófer og Gunnlaugur. Bilið er orðið 2 sekúndur. Ármar er búinn að fara 34.9 núna, menn að Gunnlaugur fór 34.8 besta hring. Þannig að það munar nú ekki miklu á bestu hringi á þessum drengjum, en það sést að Ármar er örlítið búinn að slíta sig frá Kristófer. Núna er Kristófer komin í hættu með Gunnlaug beint fyrir aftan sig. Það er mögulega að fara að verjast bara fyrir honum stanslaust og þá mun hann tapa ennú meiri tíma á Ármar þarna fremstan. En það er spurning hvort að Gunnlaug ná að koma sér snögglega og örugglega fram úr svo að hann getur nú fara að sækja á hann Ármar áður en þessari lotu lýkur. Það eru 9 hringir búnir. Mögulega 9 hringir eftir. Vanlega verið að reykja á tíma hérna hjá okkur, þannig að ég held að þetta sé reykja á tíma. En það er allavega helmingur búinn af keppninni. Hérna. Gunnlaugur að gera sig líka. Ó, missi sig aðeins út í grjótið þarna. Afturhundin skilst aðeins út. Hlynur hérna kominn vel fram úr, það er verið að svartflagga bíl. Guðmundur Steinar svartflaggaður út. Ekki vita mál hvað veldur því. Já, hérna er Gunnlaugur að koma inn á beinakaflan. Hann er mikið hraðari, hendi sér utan á vinstri, innan á vinstri og bara flýgur hérna fram úr Kristófer. Það var ekkert sem Kristófer gæti gert þarna. Bara Kristófer Logi að halda sig fyrir aftan Gunnlaug, ekki missa hann frá sér. Reyna að hanga í kjölsogin á honum og reyna að græða eitthvað örlítið á því. Sáu þið fuglinn sem fóru hann á gang? Já, nóg af fuglum hann. Látið þið nú drónan okkar í friði.
En Ormar fremstur. Nokkuð öruggur þar. Gunnlaugur nálgast þó. En það 2 sekúndur sem aðskilja þessa drengi. Fyrst og annað sætið. Svo núna hann bara í sókn á Ormar hérna fremst hann. Kristoffer Laugi hangir bara í honum. Ormar að setja núna 1.35.3. Gunnlaugur hraftan að setja 35.3. Það er lítið hægari reyndar en Gunnlaugur í 20 millisekundum. Bílar eru að horfa á hér. Þetta er Ormar, hér fremstur. Gunnlaugur hann fyrir aftan. Við erum að fara niður listan og sjá mikla baráttu. Hér bíl. Hér er bíl 16. Þetta aftur út á braut. Ekki alveg víst af hverju fórum við inn. Ormar ennþá fremstur. Komið 34.9. Nei, hann var það með það á hann. Síðustu ringur hjá Ormar er 34. 9.4. Gunnlaugur síðustu ringur var 35.3. Hálfri sekundu burt frá Ormar. Ormar er að keyra fanta vel í dag. Bíllinn að standa sig mjög vel, Ormar að standa sig mjög vel. Mér sýnist á öllu ef hann er að halda þessu eins og er. Hann muni ná að læsa þetta fyrsta seti til sín. Það er nóg eftir samt. Ef mér skammtist ekki þá eru þið ykkur 5 hringir eftir. Svo þannig að allt sem getur gerst. Guðmundur Steinar komin í 1.37 með sinn besta hring. Það er nokkuð gott sem segir okkur það ef hann hefði ekki lent í vandræðum á það. Þannig að hann var svona cirka bátt skilið að vera í 5. og 7. seti meðan við þennan tíma. Brynjólfur Smári er nú komin í síðasta seti og hann er komið talsvert betri tíma 1.36.7. En eftir áreisturinn á það með Hlyn þá hann farin út. Hlyn er ennþá inn í braut. Framtekki hjá honum. Brynjólfur fór í algjörlega í klessu. Mikið á það, starta að taka og venjulega mikið út. Slatta bíl ennþá hérna á milli sem þið sjáið. Gunnlaugur er að reyna að sækja. Það verðist ekki vera nóg. Það eru hvað, 2,7 sekundur sem aðskilja það á milli núna. Já, eða síðast þegar þeir fóru yfir línuna. Nú bara að fara yfir línuna eftir eina vegu, já, 2-3 vegur og þá sjáum við aftur hvort að Gulli sé að sækja eða missa hann frá sér. Kristófer er þarna bara rétt fyrir aftan. Það er lítið búið að teygja samt. Hann er komin aðeins aftar en hann var á aðeins lengra frá honum Gulli.
fara og snú okkur aðeins annað í brautinu, reyna að finna ykkur af hinum keppendurum og sjá hvort þeir séu ykkur nálægt hvort öðrum. Það sýnist mér í bakgrunninum, ég sjá Andra aleinn í braut. Næ, þetta er Linur. Þetta myndi vera Andri. Númer 11. Ég sjáum við Guðmund Steinar og núna er Ormar að fara að ná honum. Hérna er Ormar að ná Guðmundi. Það er í þessari beygju sem hann nær honum. Eða ekki, hann komur út á undan sko. En við lyftum Ormar á það. Zigzag kaflanum, villingnum eins og við köllum þetta. Ormar, fremstur en þá. Gunnlaugur að Guðmundi. Guðmundur heldur sig vinstra megin, beygir seint, hleypir Gunnlaugi. Gerir það bara snirtilega. Virtist ekki hafa mikil áhrif á Gunnlaug. Þá er það Kristófer sem þarf að koma sér líka fram úr. Það finnst vera hér sem hann hleypir. Bremsar bara snemma. Þá er þetta top 3 komnir aftur í sína baráttu. Spurning hvort að Gunnlaug núna ná að draga eitthvað á hann. Hann sem fá ringir eftir. Gunnlaugur hérna beint fyrir aftan. Bílstjóri. Það er komið flagg á loft. Það er Ormar sem tekur sigurinn og Gunnlaugur Jónasson sem tekur annað sæti. Kristófer Logi í því þriðja.
Ómar Örn kemur inn yfir línuna í 4. sætinu. Og einhvern tímann hérna bráðlega Anna kemur pappans. Hlynur Freyr Sigurðarson. Norri, sjá endarnir við sjá bílarna líka bro. Séka bílarna. Hinrik, tímataflan er fyrir götunni. Ok. Það er þá Hlynur Freyr sem tekur 5. sætið, Stefán Rúnar Dagsson tekur 7. sætið, Andri Steinn í því 7. Guðmundur Steinar í 8. sæti, Brynjólfur Smári tekur þá 9. sætið, klárar ekki í keppni. Svo er það Ásta Björk og Haukur Ingi sem að detta hér út úr seinni umferðinni. Það er eitthvað verið að óska eftir einhverju myndefni. Þá væntanlega eitthvað að fara að dæma og gera í þessu atvingi sem gerist þetta áðan í fyrstu beigunni. Það er allavega að skoða og sjá. Bílarnir eru hinum megin Hinrik, bakvið. Já. Og hér fara bílarnir núna í svokallað Park Verme. Þetta þurfa þau að bíða. Mega ekki snerta eða fikta neitt í bílunum sínum. Mega bara stíga burt frá þeim eins fljótt og hægt er og koma sér frá þeim. Skulum við fá upp stöðu seinni lotunar. Ok. Svo verður verðlauna afhending hér eftir smástund.
sem verður að teljast rúmlega gott því að það var tekin af honum seinna hítið fyrir að hann of léttur, ekki of lár. Ég ætla að nota tækifærið og taka hraðasta hring. En það bara eins og venjulega Gunnlaugur á 1.34 5.31. Geggjað. Í fyrsta sæti í Formúla 1000 í dag eftir hetjulega baráttu Ómar á 37. Ormar, fyrirgeðu, Ormar, að sjálfsögðu, Ormar, ég veit alveg að það Ormar. Ég bara, til hamingju með það, geggjað. Þannig að þetta eru þeir sem standa eftir sem sigurvegara dagsins. En allir sem tóku þátt. Þakka ykkur kærlega fyrir og við tökum það út úr keppninni sem við getum til þess að reyna að láta þetta ganga betur fyrir sig. Ég held nú samt þrátt fyrir allt. Hafi þetta rúllað þokkalega. Það voru svona atriði í skoðuninni sem að menn að læra og það verður gert öðruvísi næst. Og svo dómnefndin alltaf að verða betri og betri. Takk kærlega fyrir daginn og við segjum svo lokið. Ég vil líka fá að segja ekki hérna, ég vil þakka starfsfólkinu, ykkur bara fyrir vel unnið störf. Já, það bara hárrétt hjá þér. Gott klapp. Þetta var mjög gott fólk hérna með okkur í dag. Alveg frábært. Ormar, nú efni í henni selfie. Erum við... Þessi númer, Já. Þetta ekki stíðin sem þeir eru, ekki númerinn bílnum. Já, það? Akkur leik? Já. Því okkur fannst bara fyndið. Hvað veist þú? Abi var hluti,